Sælverði, í þessu myndbandi ætla ég að skoða hvernig Google Classroom umhverfi virkar frá sjónarhóli kennarans, frá því að hann býr til námskeið eða námsgrein yfir í það að hann leggur fyrir verkefni og tekur við því frá nemendum. Og svo ætla ég líka að skoða þetta frá sjónarhóli nemandans sem skráir sig inn í námsgreinina með kóða sem hann fær frá kennaranum sínum, tekur við verkefninu, vinnur það og skilar því. Þegar maður skráir sig inn þá byrjar maður á því að fara á google.is eða com og velur svo innskráningartakkan efst í horninu hægra megin. Þegar maður hefur skráð sig inn þá birtist lítil valmynd í hægra horninu hérna efst, svona 9 kassar. Ef maður smellir á þá fær maður strax aðgengi að Drive sem er geymslusvæði fyrir gögn. Maður hefur einnig aðgengi að ritvinnslu, skjásýninga og töflureiknisforritum. Ef maður velur til dæmis ritvinnsluna þá opnast strax ritvinnsluskjal sem að maður getur farið að vinna í og það sjálfkrafa vistast og er aðgengilegt í gegnum skjalageymsluna sem er þarna undir heitinu Drive. Ég ætla að búa til nýjan flipa hérna og fara inn á classroom.google.com og þið sjáu það að ég sem kennari er að fara hérna inn í fyrsta skipti á þessum notendanafni Kalli kennari að Langholtsskóli. Og það fyrsta sem ég þarf að gera er að velja að ég sé teacher. Nemendur sem væri að fara inn í fyrsta skipti myndu velja að þeir væri student. Svona lítur þetta út þegar maður kemur inn í Classroom í fyrsta skipti. Ég fer hérna upp í hornið hægra megin og vel plusinn Create your first class. Ég ætla að gefa honum nafn. Ég ætla að byrja á því að búa til íslensku í 9. bekknum mínum, KK. Ég fer þá beint inn í streymið fyrir bekkin minn en ég er með valmynd hérna vinstra megin sem ég get valið klassis og þá sé ég alla bekkina sem að ég er með. Ég ætla að búa til annan. Það er samfélagsfræði í sama árgangi og ég fer beint inn í samfélagsfræðina og nú sjáum við ef ég fer hérna upp á svalmyndina að greinarnar mínar 2 sem ég er búin að búa til eru þarna og það eru engir nemendur í augnablikinu skráður inn í þær. Ef ég kíkja hérna yfir í hinn flipan og í vel dræfið mitt þá sjáum við hér að Classroom hefur búið til möppu sjálfkrafa í drifinu mínu, á geymslusvæðinu mínu og inn í þeirri möppu sem heitir Classroom eru möppur sem að bera heiti námsgreinina sem ég var að búa til. En inn í þessar möppur vistast öll þau gögn sem að ég deili með nemendum og nemendur skila svo til mín. Þannig að Classroom býr til ákveðið svona möppuskipulag fyrir mann á geymslusvæðinu. Nú er ég komin aftur í Classroom. Hérna niðri sjáum við kóðan fyrir þessa námsgrein, samfélagsfræði 9. KK. Þessi kóði er sá kóði sem að nemandinn notar til þess að skrá sig inn í námsgreinina í fyrsta skipti. Við sjáum á eftir hvernig nemandi nýtir sér þennan kóða til þess að fara inn. Síðan eru fleiri möguleikar þarna, students, þar sem að maður getur skoðað hvaða nemendur eru skráðir inn og maður getur farið í about og þar getur maður fyllt inn fleiri upplýsingar námskeiðið og boðið öðrum kennurum að kenna með sér. Þannig að fleiri en einn kennari geta verið skráðir inn á sama námskeiðið og verið jafnvel að fara yfir mismunandi hluti í verkefnunum. Þegar maður vinnur í Google Classroom þá er maður með streymið valið eða stream og plusinn hérna niðri gefur manni nokkra möguleika. Hann gefur manni möguleikan á að senda tilkynningar, búa til verkefni eða varpa fram spurningum. Ég ætla að búa til eitt einfalt verkefni. Ég fer í plusinn og vel assignment. Ég gef verkefninu nafn og þetta er bara svona pröfuverkefni í því að skila. Hér sjáu þið hvað ég er snöggur að velvita. Þegar við erum búin að skrifa verkefnalýsinguna þá getum við stilt á skila dagsetning á verkefninu og hér fyrir neðan sjáum við svo ýmis tákn. Hérna eru möguleikar á því að hengja við allskyns skjöl við verkefnalýsinguna. Við getum hengt við skjal sem er í tölvunni, við getum hengt við skjal sem er vistað í drifin okkar, geymslusvæðin okkar. Og við getum sett inn YouTube myndbönd og tengla á vefsíður. Þegar við höfum valið þau viðhengi sem við viljum hafa með, þá veljum við assign.
Það sem gerist þá að verkefni birtist hérna í streyminu, verkefnalýsingin, og mun gera það einnig hjá þeim nemendum sem eru skráðir inn á námskeiðið. Við sjáum í augnablikinu að það reyndar ekki neinn. Nú skulum við kíkja á hvernig það lítur út frá sjónarhóli nemandans. Við ætlum að skoða þetta eins út frá sjónarhóli nemandans. Ég ætla að skrá mig inn sem Nonni nemandi. Við sjáum að Nonni, hann nú búinn að vera í Classroom áður og hann skráður í þó nokkuð marga bekki eða þó nokkuð marga námsgreinar. En ef að nemandi að fara inn í fyrsta sinn, þá fær hann sömu mynd upp á skjáin og kennarinn fekk þegar hann fór inn í fyrsta sinn. En við ætlum að skoða þetta út frá Nonna sem hefur verið áður inn í kerfinu, og við förum í plúsinn hérna efst hægra megin. Hérna býður kerfið nemandanum upp á að nota þennan kóða sem hann hefur fengið í hendurnar frá kennarunum, sem tengir hann við námsgreinina. Ég hérna með kóða fyrir samfélagsfræðina. Núna opnast samfélagsfræðin á streyminu eins og þetta lítur út fyrir nemandan. Hér eitt verkefni komið og ég reyndar að seinna skila því. Og ef við förum hérna tilbaka þá sjáum við að samfélagsfræðin hefur birst hérna sem auka kassi. Við skulum kíkja eins á verkefnið hérna. Opna það. Og þið sjáum að hvítasvæðið hérna í miðjunni. Þarna safnast fyrir öll þau skjöl sem að nemandinn ætlar að skila sem þá lausn þessa verkefnis. Nemandinn getur strax farið í það að velja hérna Create og valið þá að byrja á ritvinnsluskjali eða skjákynningu eða töflureikningsskjali eða mynd. Og leið og hann velur eitthvað sem til dæmis ritvinnslu, þá birtist það þarna. Þá verður þarna til tengill inn á þetta skjal. Prófum aðeins að opna þetta. Ef við smella á tengilinn, þá opnast þetta skjal í ritvinnslu forritinu, Docs. Og leið og nemandinn fer að vinna í þessu, þá getur í raun og veru kennarinn séð og fylgst með framvindu vinnunar. Þetta er mjög hefðbundið ritvinnsluforrit sem hefur allar helstu aðgerðir sem að önnur ritvinnsluforrit hafa. Það þarf ekkert að hafa áhyggjur af því að vista, þau vistast sjálfkrafa, allar aðgerðir. Í raun og veru hver ásláttur á lyklaborðinu vistast. Svona getum við haldið áfram, það er hægt að bæta við skjölum sem eru þá hluti af þessum skilum. Þetta er búið að bæta við skjákynningu og það sama gildur hana leið og nemandinn fer að vinna. Þá getur kennarinn séð hvað er að gerast í verkefninu. Og þetta verkefni vistast eins og hitt, bara við hvern áslátt á lyklaborðinu. Það er líka hægt að sækja sér annars konar skrár. Það er hægt að sækja skrár sem maður hefur ákveðið að geyma í Google Drive á geymslusvæðinu. Það geta verið myndir eða myndbönd eða hvað sem er. Það er hægt að skila tengli á vefsíðu og síðan hægt að finna skrár sem eru í tölvunni eða tækinu sem maður er að vinna í. Símar og spjaldtölvur eru hentugar að mörgu leyti til þess að vinna í Google Classroom, til dæmis að því að þær hafa innbyggða myndavél. Við skulum aðeins prófa að fara yfir í það umhverfi sem að nemandinn væri að vinna í ef hann væri að nota símann sinn til þess að bæta við verkefnið. Og við sjáum að Classroom á sér þarna sitt eigið app og ég er skráður inn sem Nonni nemandi. Og þá myndast kassarnir svona, þannig er samfélagsfræðin sem er nýjasta námsgreinin sem ég skráði mig inn í efst. Ég fer inn í hana og þarna er streymið og verkefnið og ef ég opna verkefnið þá sjáum við að þarna eru þessi tvö skjöl sem við vorum að ég bjó til áðan. Ef við smelli síðan á attachment þá get ég valið ýmislegt, til dæmis myndavélina og ég ætla að prófa að velja hana og taka mynd hérna af veggspjaldi sem ég var að hanna og bæta því við skilin á verkefninu mínu. Þetta hefði getað verið handskrifað blað eða teikning sem ég var að taka mynd af til þess að skila á þennan stafræna hátt. Ég ætla að prófa síðan að fara og velja myndband sem er í myndaalbúminu í símanum. Ég vel pick photo og þarna sjáum við bæði myndband og myndir sem ég á. Mér sýnist að þetta sé viðeigandi og ég bæti því við. Og nú sjáum við að það eru komin hérna 2 tegundir af skjölum í viðbót, bæði ljósmynd af veggspjaldi og
myndband sem að ég tók upp og hugsanlega klippti saman í símanum mínu með spjaldtölvunni. Nú ætla ég að kíkja aftur inn á aðgang kennarans til þess að sjá hvernig þetta lítur allt saman út eftir að nemandi er búinn að skrá sig í bekk eða námskeið og er byrjaður að vinna að verkefni. Við sjá hérna í samfélagsfræðinni, þar er einn nemandi búinn að skrá sig inn og ég sé að það er nonni nemandi. Ég ætla að kíkja hérna eins á streymið og þá sé ég að þessi eini nemandi, hann er ekki búinn með verkefnið, hann er ekki formulega búinn að skila því, en ég get samt farið og athugað hvað hann er að gera. Sé að hann er búinn að hengja við 4 skjöl, það eru 4 viðhengi þarna. Ég ætla að kíkja aðeins á ritvinnsluverkefnið hans og ef að hann væri inn á þessu ritvinnsluverkefni og að vinna í því, þá myndi hann sjá hér efst í hægra horninu að ég væri að skoða það. Það sama gildir skjásýninguna, ég get opnað hana og hann myndi sjá ef ég væri inn á henni. Ég ætla líka aðeins að kíkja á hvernig þetta lítur út hinum megin frá geymslusvæðinu. Ég fer inn á dræfið mitt og inn í möppuna Classroom. Þarna er samfélagsfræðimappan og þarna er verkefnið. Og þarna sjáum við að þarna eru öll viðhengin hans nonna komin. Ég get stillt yfir á lista yfirlit og þá er mjög þægilegt að sjá að þetta er allt saman skjöl frá nonna. Ég hefði getað farið beint þarna inn til þess að skoða hvernig vinnu nemenda framvindur. Ég held mig alltaf við skipulagi sem að Classroom býr til. Það er að segja möppuna Classroom og möppunar sem að Classroom býr til þar undir með nafni námsgreinanna og verkefnana sem lögður fyrir í gegnum Classroom. Í annarri vinnu þá fer ég gjarnan beint inn á drifið mitt og byrja að vinna ritvinnsluskjöl, skjákynningar og annað slíkt beint þar og ég er með mitt eigið möppuskipulag fyrir gögnin mín sem eru utan við þessa Classroom möppu sem að forritið Classroom býr til. En ég get síðan deilt hvaða skjali sem ég er að vinna í dræfinu mínu með nemendum og annað ef að mér finnst það henta. En Classroom er fyrst og fremst fyrir samskipti kennarans og nemandans í verkefnavinnu.